Nú ætla ég að fara í myndrit á blaðsíðu 36 við verkefni 6, það er körfuboltaliðið Kiddi. Ég sótti verkefni 3 og vistaði það undir öðru heiti. Það er hérna í File og Save As og finn mappuna sem ég vistaði þetta í og ég vista verkefni 3 undir nýju heiti og búin að því. Nú spyr hvort það vilja koma í staðinn. Næst ætla ég að útbúa súlurit. Byrja ég hér og dreg yfir svæðið frá A5 niður í A12. Og af því að svæðin er ekki samlíkjandi þá held ég Ctrl-hnappi niður á milli og ég tek þetta svæði hér. Alltaf frá sama hæðapunkti þegar við erum að búa myndrit. Hér á Insert flipanum þar ætla ég að velja 3D hérna og ég ætla að færa þetta hérna neðar og stækka þetta örlítið og smelli hérna á fyrirsagnarlínuna og skrifa skotnýting leikmanna. Hitta á Enter og síðan ætla ég að setja titil hérna undir og á hliðinni, þannig að ég fer hér og verð Access Titles, haka hér við og nú er ég stödd hér og þá skrifa ég skotnýting og hitta á Enter og hér fyrir neðan í Access Titles þar skrifa ég leikmenn og hitta á Enter. Nú ætla ég að færa þennan skýringarit og hafa hann hérna hægra megin. Þá fer ég í Chart Elements, hérna í plusinn og vel Legend, hitta á vöruna hér og ég vel Right. Þá kemur það hér. Ég ætla líka að hafa prósenturnar hérna fyrir ofan, þannig að það er núna að smetla í Data Labels af því að það voru prósentur á svæðinu sem ég tók. Og ég ætla að snúa nöfnunum þannig að þau snúi lóðrétt. Þetta fer eftir breytinni á myndritinu hvernig þetta snýr, en ef við veljum þetta núna eins og við ætlum að gera þá getur það á helsta sama hvað við breykum eða mjúkum. Þannig ég smelli hérna á eitthvert nafn, fer í Format Access og smelli hér á Size and Properties og hérna í Text Direction þar ætla ég að velja Rotate All Text 90%. Þá snúa nöfnin lóðrétt niður, saman ætla að slakka á þessu og þá lítur þetta svona út og ég ætla að velja annan bakgrunn, sýnt ykkur í verkefni 5, geti rennt hérna yfir og bara megi velja hvað sem er. Hérna sjást kannski prósenturnar betur af því þær eru hvítar. Það fer svolítið hvað hann í annað hérna. En ef ég held mig við það sem valið er í bókinni þá er það þessi hér. Og ef ég vil setja inn, nú er þetta ekki komið hérna á hliðina, hvað er þetta? Legend. Right hérna. Svona átti þetta að vera dottið út þarna hjá mér áðan. En ef ég ætla að setja inn einhver texta eins og er í bókinni, besta nýtingin, að þá fer ég í Insert og vel Shapes og skrifa textan hérna. Ef ég vil velja annað útlit hérna, get ég gert það. Besta nýtingin og ef ég vil stækka letrið þá fer ég á Homeflipa og ef ég vil móta það frekar þá fer ég hérna í Format, minnka þetta er stækkað svona. Ef ég vil hafa þetta á miðju smelli ég hérna á miðjuskipunina og ef ég vil bæta við pílum þá fer ég í Insert og Shapes og vel hérna einhverjar pílur og læt þær vísa
vísa hérna á tölurnar. Þessi þarf að velja tvisvar hérna. Svo fer nú svolítið inn í textan hérna. Svona. Getum mjökka þennan hérna líka. Minka hann. Svona. Við getum mótað þetta alveg eins og viljið og eins ef þið viljið velja annað útlit á myndritið. Það geta ég gert það hérna í design. En aðalatrið þetta að sjáast vel hvað verið að sýna með myndritinu. Og ef ég skoða þetta núna í prentskoðun, að þá lítur verkefnið svona út. Við stilltum þetta í verkefnið 3 þannig að það passaði á eina síðu. Þannig að nú þurfum við ekkert að hafa áhyggjur af því að það fari á 2 síður eins og ef við hefðum valið, en við völdum fit to one page, hérna í page setup. Nú þetta er 93% af stærðinu ennþá, þannig að þetta er allt í góðu lagi. Annað eigið ekki að gera í verkefni 6, þannig að ég ætla bara að vista